Katrín Oddsdóttir næsta mælendaskrá. Gjör svo vel, Katrín. Já, kæru elsku nær og fer. Takk fyrir Silja og takk fyrir þið sem hafið talað. Þetta bara mjög gagnlegar athugasemdir finnst mér mikið til og ég vil kannski bara byrja því að segja í sambandi við þessa þriðju grein sem fjallar gildissvið og þriðjumanns áhrif og svona. Ég bara sammála, hún óskýr og ómótuð og ófullkomin og það örugglega bara frekar mér að kenna en öðrum. Við vildum bara ná henni út í umræðuna frekar heldur en að bara brenna einhvern veginn inni með þetta og svo alveg eftir að klára þetta og setja á þetta með smiðshöggi og það alls ekki víst að við getum farið þessa leið, en þetta svona tilraun bara til að fá þessar umræður upp á yfirborðið og við munum bara vinna betur í þessu og það alveg rétt eins og Pavel bendir á þetta náttúrulega aðalega við efnaðsleg og félagsleg réttindi til dæmis þegar kemur að því að tryggja sífellt betri vernd og annað, þannig að þetta bara eitthvað sem við vinnum betur í og hún eins og ég segi ekki nógu skýr og þá bara lögum við það og komum við betri tillögu síðar. Svo var ég að velta fyrir mig hvort ég ætti svona að renna í gegnum púnta sem ég púntaði hjá mér eða hvort ég ætti að vera stuttorð. Þetta svona smá prinsip ákvörðun. En mér langar bara kannski til að bregðast svona helst við Þorkatli út af því að mér fannst hans svona kannski afstæða að vera á ákveðnu leyti ólík öðrum og ég kannski mikið af upptalningu svona það sem hann kallar eftir einhverjum útskýringum og verðmiðum og annað og tekur oft til orða að nú þurfa að ná í stróklerið, en ég verð nú bara að segja að það kannski ekki bara okkar vilji að ná inn eitt strókler á þessu stíði málsins. Við erum alltaf til í að hafa pennan í hendinu og endurskrifa og laga, en stróklegur þegar kemur að mannréttindum að þessu tækifæri sem við höfum núna til þess að klára það og inni sem var ekki almennilega kláruð árið 1994 við gerð stjórnarskrár, þannig að mannréttindi myndi vera tryggð betur á Íslandi, sérstaklega hvað viðvíkur efnaðslegum og félagslegum réttindum. Það væri að mínu mati einfaldlega skorast undan að koma með eitthvað strókleið núna og ég mun helst ekki gera það. En hins vegar þá auðvitað við viljum útskýra og við viljum gera allt betra alveg á fullu og við viljum að sjálfsögðu ekki að þetta verði eitthvað svona skjal sem að býr til einhverjar rosalegar þrætur fyrir dómstólum en við viljum hins vegar tryggja ákveðin réttindi og til þess að tryggja þessi réttindi þá setjum við þau í orð með sem skýristum hætti og það ætlum við að gera eins vel og við getum og okkur treystandi til þess, við tökum marka á öllum sérfræðingunum og reynum að gera okkar allra besta, en stróklegri á ekki heima hér, ekki frekar en orðið fagurgali þegar kemur á mannréttindum. Það kom upp ákveðina áhyggjur af því að netið væri eins og eitthvað fagstæki þarna og væri kannski tæknilegt og eitthvað, en ég með allri virðingu fyrir okkur leyfi mér að trúa því að netið verði aðeins langlífari þessi stjórnarskrá. Ég held að netið sé bara grundvallar lýðræðistæki og þetta að tengja saman mjög merkilega hluti í lýðræðistróun heimsins og það mikið ákall bæði frá innlendum og erlendum bara aðilum og almenningirun að sjá til þess að þarna verði tryggð ákveðin vernd af því að ef að ritskoðun á netinu ekki það sem einn stærsta ógna lýðræði í heiminu þá veit ég nú ekki hvað. En það má kannski skoða alveg betur. Svo það með upplýsingaákvæðið og nú ég kannski að skoða athugasemdir Þorkels. Þetta framkvæmanlegt, þetta gert í Noregi og Svíþjóð og annars staðar og það getur vel verið að þetta kosta eitthvað en það kostar líka ýmislegt að koma á fót nýju kosningakerfi, það kostar ýmislegt að reka dómstóla og það kostar ýmislegt að vera með lýðræði í landinu. Þetta mun að mínu mati í langtíma sjónarmiði vera sparnaðaraðgerð vegna þess að það ófært að sífellt verða margborga fyrir upplýsingar sem í raun ættu að vera í eigu almennings og almenningu getur ekki bara að leita sjálfur á sínum upplýsingum og þannig komið í veg fyrir spillingu sem mjög dýr samfélaginu, fullyrði ég. Og orðalagi nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi fengið beint mannréttindasáttmála Evrópu og þar erum við að setja frekari skorður við því hvenær má takmarka tjáningarfrelsi heldur en núna segir að skorðurnar verða samrýmast lýðræðishefðum en það hefur verið talið allt og vítt og þeir sérfræðingar sem við leitum álits hjá, minnst tveir þeirra sögðu að það væri mjög til bóta að tengja þetta betur við dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins með því að segja að það að vera algjörlega nauðsynlegt í lýðræðislegu samfélagi að setja einhverjar skerðingar á tjáningarréttin. Mér finnst Arnfríður hafa komið ágætlega inn á hvað við erum að reyna að gera með þjóðkirkjunni. Þetta náttúrulega bara tilraun til þess að
finna einhverja leið þannig að þjóðin hafi síðasta orðið en það sé samt gefið nægur tími til að umræðan geti orðið þroskuð og jafnvel að hið opinbera og kirkjan geti bara klára málið sjálf og einhvern nátt en að þjóðin hafi síðasta orðið. Sko, Erlingur komið fullt af góðum athugasemdum sem búið texta og kannski almennt má segja að hann hafi fjallað þetta með orðalagsbreytingun okkar, hvort að þetta passi og ég vil bara segja ég sammála honum eins og þegar það kemur að sko 2004. grein, þá ekkert gott að vera að tróða orðinu okkur þarna inn, þannig við þurfum bara að finna þennan balans og við skulum leita betur eftir honum en hugmyndin oft maður að fara svolítið langt í eina átt til að geta fundið sko miðjuna, þannig að kannski þá bara vinnum við aðeins betur í þessu og finnum einhverja leið sem að samrýmist fallegri málvitund og einhvern veginn þeim tilgangi sem við erum að gera sem þess að sá að bæði að setja þetta í einhvers konar orðmynd sem óháð kyni og að útskýra enn og aftur að þetta okkar samfélagssáttmáli sem við erum að setja hér og við höfum skyldur og við höfum réttindi en ekki bara eitthvað svona hvað megum við fá að ofan. Þannig að ég held að tilgangurinn sé mjög góður og við munum finna einhverja leið til þess að mæta þessu. Andrés spurði með sko svona einhvers konar kvalifísikeringu á lífskoðunarfélög og við vorum með í tillögum okkar umburðarlyndi sem miðað umburðarlyndi en einn sérfræðingur sem kom okkar fund lögfræðingur varaði okkur stórkostlega við þessu og sagði þetta hljómar bara svo því sé að banna múslima. Og við einhvern veginn vorum bara, heyrðu, það náttúrulega ekki það sem við erum að gera og við hefum bara ákveðið að skráningin sem löggjafinn ákveður verður bara að vera sú hindrun sem mun á endanum ákveða hvort að viðkomandi félög fái vernd. Við ætlum að treysta löggjafanum fyrir þessari og löggjafinn mun þá ekki veita einhverjum Hells Angels samtökum lífskoðunar status samkvæmt stjórnarskrá. Þannig að hér hefur við ákveðið að treysta löggjafanum frekar að reyna að útskýra hvers konar félög við viljum en að sjálfsögðu munum við koma inn á þetta í greinargerð og útskýra að hér sé ekki ætlunin að vernda einhver stjórnmálafélög eða annað. Svo áhugaverð þessi ábending Andrésar ofbeldi og það sé mótsögn þarna að því við séum stundum þáttakendur í hernaðaraðgerðum og ég meina ef að fólk myndi vilja reyna að byggja á þessu ákveðum að það megi ekki vera með ofbeldi til þess að reyna að berjast gegn hernaðaraðgerðum þá sé ég ekkert að því en mér finnst ekki eitt útiloka annað einhvern veginn og í sambandi við pyntingarnar nú segi Andrés hvað ekki? Í sambandi við pyntingarnar þá kannski verið gott að fá bara eitthvað til og orðalagi því ég skil aldrei alveg hvað Andrés að meina þegar hann tala eitthvað svona að taka dýpra í árinni. Svo Andrés að tala eignarréttin og vandamál dagsins í dag og þetta. Við höfum náttúrulega reynt að koma til móts við þau sjónarmið með því að setja inn þessi ákvæði sem Pavel hefur náttúrulega áhyggjur af að skerði eignarréttin óeðlilega en við reynum að útskýra að sé frekar bara svona lýsing á því hvernig staðan sé í dag. Og þar, þá sé alveg ljóst að auðvitað megi skerða þessi réttindi eins og önnur, sé það gert með miklu meðalhófi. Já, og svo langaði mig að tala Pavel, hann hafði áhyggjur af því og taldi upp langa runu af númerum að þessa greini myndi allar kalla útgjöld hins opinbera, en það gerir náttúrulega dómskerfi líka og breyting á kosningakerfi og ýmislegt sem við erum að gera og þetta svolítið svona hvers konar samfélagi viljum við búa í ef við tryggjum ekki þessi réttindi þá náttúrulega þá ekkert kannski tryggt að við bara getum einhvern veginn búið hérna í sátt og samlyndi og verið stolt af því að halda upp einhvers konar lágmarksstandard á því lífi sem þeir sem hér búa njóta en ég veit alveg þetta eru útgjöld, það alveg rétt en það bara, það kostar, það líka, þú talar að tekjur okkar þau fari í opinbera þjónustu og við erum þiggjendur þessa dagana, við sitjum hér og reynum að laga lýðræðið vegna þess að einhver borgaði skatta einhvers staðar og ég trúi því að þú hafir trúið því að það sé góð leið, annars væri þú örugglega ekki hér. En þetta svo leið sem við notum, það kostar að vera með gott lýðræði, það kostar að vera með mannréttindi, það getur vel verið, en í staðinn þá fær maður líka mikinn ávinning, þannig að þetta bara svona ákveðið mat. Og ég hjartanlega sammálaður þegar þú telur upp þetta, Pavel, með að hún sé óskýr og ómótuð þessi 3. grein. Við bara tökum á því. Takk.